Tómasarguðspjall, vers 16-30. Jesús sagði: Hugsanlega heldur fólk að ég sé kominn til þess að færa heiminum frið. Það veit ekki að ég er kominn til þess að skapa ófrið með eldi, sverði og stríði. 3 munu verða móti 2, faðir gegn syni og sonur gegn föður, og þeir munu einir eftir standa. Jesús sagði: Ég mun veita þér það sem engin augu hafa áður litið og engin eyru hafa áður heyrt og engin hendi snert og hið mannlega hjarta hefur ekki áður fundið. Lærisveinarnir sögðu við Jesús: Hvernig mun ævi okkar enda? Hafið þið uppgötvað upphafið að þið sjáuð ástæðu til þess að leita endalokana? Sjáu til, endalokin eru þar sem upphafið er að finna. Heill þeim sem stendur á byrjunarrit, hann mun þekkja endalokin og ekki verða dauðanum að bráð. Jesús sagði: Heill þeim sem var til áður en hann varð til. Ef þið gerist lærisveinar mínir og gefið orðum mínum gaum, munu þessir steinar þjóna ykkur. Því 5 tré standa í paradís ætlið ykkur. Þau taka aldrei breytingum, hvort sem er að sumri eða vetri, og fella aldrei laufin. Hver sem kannast við þau mun ekki verða dauðanum að bráð. Lærisveinarnir sögðu við Jesús: Hverju líkist himnaríki? Hann mælti við þá: Líkt er það mustardskorni sem er minnst allra fræja, en þegar það fellur í frjóan jarðveg, sprettur upp af því stór jurt sem veitir fuglum himinsins skjól. María mælti við Jesús: Hverju líkjast lærisveinar þínir? Hann sagði: Þeir líkjast börnum sem dvelja á akri sem er ekki þeirra eigu. Þegar eigendurnir koma, munu þeir segja: Skilið okkur akrinum. Þá munu þau afklæðast fyrir framan þá og skila sér fötunum og akrinum. Því segi ég: Ef eigandi hús verður þess var að þjófur er á ferðinni, mun hann halda vöku sinni og ekki leyfa þjófunum að brjótast inn í híbýli sín og stela öllu steini léttara. Hvað ykkur varðar, haldið vöku ykkar gagnvart veröldinni, undirbúið ykkur af kostgæfni, svo ræningjarnir ná ekki til ykkar, því vandræðin munu leita ykkur uppi. Sé einhver á meðal ykkar sem skilur þetta. Þegar kornið var reiðubúið til uppskeru, birtist hann með sigð og safnaði því saman. Hver sem eyru hefur, hann leggi við hlustir. Jesús leit augum nokkur ungbörn sem höfð voru á brjósti. Þessi ungbörn eru lík þeim sem eiga vísa vist í himnaríki. Þeir sögðu við hann: Munum við þá stíga inn í himnaríki sem ungbörn? Jesús sagði við þá: Þegar þið skapið 1 úr 2 og þið ytra líkt og þið innra og þið innra líkt og þið ytra, það sem ofar er líkt og það sem neðar er. Þegar þið skapið úr manni og konu eitt og þið sama, svo hvorki maður né kona verður. Þegar þið skapið auga í stað auga og hönd í stað handar, fót í stað fótar, ímynd í stað ímyndar, þá munu þið stíga inn í Guðs ríki. Jesús sagði: Af 1000 mun ég velja þig og 2 af 10.000, svo þeir munu standa saman sem einn maður. Lærisveinar hans sögðu við hann: Sýndu okkur íverustað þinn, svo við megum leita hans. Hann sagði við þá: Hver sem eyru hefur, leggi við hlustir. Í manni ljóssins býr ljós sem skín öllum heiminum til handa.
Þegar það lýsir ekki, ríkir myrkur. Jesús sagði: Elskið vini ykkar eins og eigin sálu og gætið eins og sjáaldur augn ykkar. Jesús sagði: Þið sjáið flísina í auga vinar en ekki bjálkann í eigin auga. Þegar þú hefur fjarlægt bjálkann úr eigin auga, þá fyrst muntu sjá nógu vel til þess að fjarlægja flísina úr auga vina þíns. Ef þú fastar ekki frá heiminum, þá muntu ekki finna himnaríki. Ef þú heldur ekki hvíldardaginn sem hvíldardag, þá muntu ekki sjá föðurinn. Jesús sagði: Ég tók mér stöð í heiminum mitt á meðal þeirra og ég birtist þeim í holdi. Þau voru öll ölvuð og ekkert þeirra þyrsti. Ég fann til sársauka í sálu minni sakir afkvæma þessa heims. Því hjarta þeirra er blint, full tómlætis komu þau í þennan heim og full tómlætis leitastu við að yfirgefa hann. En meðan svo eru þau öll ölvuð. Þegar þau hafa sagt skilið við vínið, munu þau breytast til batnaðar. Jesús sagði: Ef holdið var til vegna andans, þá það undursamlegt. En ef andinn var til vegna líkamanns, þá það undur allra undraverka. Samt dáist ég að þeim mikla auði sem hefur tekið sér bólfestu í þessari fátækt. Jesús sagði: Í 3 guðum hafið þið 3 guði, en það sem 1 eða 2 guðir eru, ég mitt á meðal.